Það tímabært að setja hann á fund og bjóða okkur hjertilega velkomin til þriðja fundarins í þessari fundaröð sem að Lögfræðingafélagið og Lagastofnun efna til tillögur stjórnarskrárnefndar og að þessu sinni ætlunin að fjalla tillögur nefndarinnar ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur. Nú frumræðendur á fundinum í dag eru Björg Thoroddsen, prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands, sem hefur framsögu það ákvæði sem nú liggur fyrir. En hún tekur svo þátt í pallborðið með öðrum þáttakendum en þau eru Eiríkur Bergmann, prófessor við Háskólann Bifröst og Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Skipulag fundarins verður með þeim hætti að framsögumaður flytur mál sitt á upp undir hálftíma en pallborðsþáttakendur taka svo við og gera grein fyrir sínum viðhorfum til framkominna tillögu á nokkuð styttri tíma eða 10-15 mínútum hvor. Og loks reikna með að framfari almennar umræður með spurningum og stuttum kommentum úr sal í upp undir hálftíma en fundinum á að ljúka klukkan 1:30. Nú áður en að gefa framsögumann orðið þá kannski vert að geta þess þótt að fókusun á fundinum í dag auðvitað á fyrirliggjandi tillögur en allir þáttakendur frumældur hér í dag hafa þó komið að vinnu við fyrir tilraunir til þess að endurskoða stjórnarskrána. Björg Thoroddsen satt í sérfræðinganefnd stjórnarskrárnefndar 2005-2007 og síðan í stjórnlaganefndinni 2010 líklega og Eiríkur Bergmann og Salvör Nordal áttu bæði sæti í stjórnlagaráði sem starfaði síðasta kjörtímabili og Salvör sem formaður þess. En ég vil þá láta þessum formála lokið og gefa Björgu Thoroddsen orðið ykkar eins og verður. Já, komið í sæl, fundarstjóri og ágæti gestir. Eins og fundarstjóri benti hér á í byrjun að þá hefur mikil vinna farið fram tillögugerð í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslur og við höfum öll hér sem tökum þátt í þessari málstofu hér komið að þeirri vinnu og ég vildi samt líka geta þessi byrjun að hér ætla ég að fjalla fyrst og fremst sjálfstætt þetta nýja ákvæði stjórnarskrárnefndar sem nú komið fram en ætla ekki sérstaklega verið í samanburði endilega við fyrri tillögur. Það svo sem að mörg að taka á ýmsar útfærslur sem hafa verið ræddar. En ég ætla hér að rýna í nokkra megin þætti í frumvarpi stjórnarskrárnefndar sem fjallar þjóðaratkvæðagreiðslur af frumkvæði kjósenda og án þess ég ætla þá ekki að reyna allavega að skýra heldur öll atriði þessa frumvarps eða fara kerfisbundi yfir allar málsgreinarnar. Það auðvitað bæði greinagóð og ítarleg greinagerð með frumvarpinu sem að tekur almennt vel á flestum málum þótt að mér finnst sumt megi skýra betur. En ég ætla hér að varpa ljósi á nokkur meginatriði í texta ákvæðisins og efnisreglur þess og vísa svo bara til skýring ákvæðisins frumvarpsins að öðru leyti. En yfirskrift fundarins í spurningaformi og spyr það hvort að það sett fram þáttaka almennings í yfirskrift fundarins og spurningamerki á eftir. Og í þessari raun fólgnir tveir þættir, annars vegar hvort að sjálfstætt markmið frumvarpsins að tryggja í raun virka þátttöku kjósenda í lagasetningu og öðrum ákvörðunum Alþingis og þá hvers vegna. Og hitt álitaefnið lýtur að því að meta hvort þetta nýja stjórnarskrárákvæði sé í raun líklegt til þess að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum umfram það sem verið hefur. Undanfarin 3 ár höfum undanfarin áratug hafa komið upp fleiri tilefni til þess að hugsa þjóðaratkvæðagreiðslur heldur en marga áratugi þar á undan. En svari við fyrra atriðinu af hverju viljum við festa þátttökurétt almennings ákvarðanatöku í stjórnarskrá fyrst og fremst af pólitískum toga og með vísan til stjórnskipulegra undirstaðna. Það hefur verið aukin krafa á síðustu árum virka þátttöku kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslum og þetta hefur vissulega bein tengsl við vantraust kjósenda á störfum Alþingis og stjórnmálaflokka yfirleitt sem hefur slegið öll fyrri met eftir bankahrunið 2008 og árin þar á eftir. En í skýringum frumvarpsins þá kemur einmitt fram að markmið ákvæðisins sé að undirstrika að allt ríkisvald komi frá þjóðinni
og að skapa þessi farvegur til að auka aðhald með störfum Alþingis af hálfu þjóðarinnar. Það eru líka talin þar helstu rök sem mæla gegn fjölgun þjóðaratkvæðagreiðslna. Það er bent á að stoðir fulltrúalýðræðisins sem eru auðvitað megineinkenni á íslenskri stjórnskipun, þar sem Alþingi sem er samkoma þjóðkjörinna fulltrúa er æðsta stofnunin, þessar stoðir kunna veikjast. Í öðru lagi að þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslum um einstaka málefni er iðulega minni heldur en í almennum þingkosningum, og í þriðja lagi að slíkt fyrirkomulag geti skapað hættu á lýðskrumi og ákvörðunum sem taki ekki mið af heildarhagsmunum eða hagsmunum minnihlutahópa. Frumvarpið leitast við að ná jafnvægi á milli þessara hagsmuna sem að vegast á, sem sé að leiðin til beins lýðræðis sé opin, en á sama tíma að það verði ekki óeðlilega oft gripið inn í störf Alþingis vegna mála sem kannski hafa ekki mikla þýðingu fyrir þjóðarhagsmuni eða þjóðarheildina, og þannig getur það grafið undir störfum þingsins. En það er hins vegar athyglisvert að ekkert í frumvarpinu gefið til kynna að það hafi farið nein könnun á því hvort að það sé beint markmið að auka virka þátttöku almennings, og það er þannig óljósara og liggur sem ekkert mat beinlínis fyrir það atriðin. Ég kem reyndar aftur að því á eftir hvort að þetta er mögulega líklegt til þess að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum umfram það sem er í dag. Ég vil fyrst byrja líka á að nefna að við skoðum framsetninguna á textanum. Það átti að dreifa textanum til allra, þannig að vonandi getið þið litið í hann á þess að ég þurfa að lesa upp úr honum. En ef maður skoðar ásýndina af þessum texta, að þá er auðvitað víst að það sést að það undirstrikar ótvírætt undirstöðu lýðræðisins að valdi komi frá fólkinu. Það er undirliggjandi ástæða fyrir ákvæðinu, og í þessari stjórnarskrá sem er annars þögul allt sem beinlínis lítur að svona hugmyndafræðilegum stoðum stjórnarskrárinnar eins og þessari meginforsendu. En mér finnst þó lakara, sem er kannski breyting frá fyrri tillögum sem hafa komið fram efnið, að nálgun ákvæðisins er fyrst og fremst þannig að þjóðin tekur afstöðu sem miðast við að geta hnekkt lögum sem Alþingi hefur sett eða hnekkt ákvörðunum sem Alþingi hefur tekið. Þannig megin áherslan er sú að gera Alþingi afturreka með ákvarðanir sínar eða slá á puttana á því, svo mætti segja, og þannig fella gjörði þessu gildi. Og þetta undirstrika vissulega þetta aðhaldsmarkmið ákvæðisins, að þjóðin eigi að hafa aðhald með því að Alþingi starfi samkvæmt vilja hennar. En ég teldi svona uppbyggilegri nálgun og kannski jákvæðri ásýnd að þjóðin væri frekar þáttakandi í einhverju ákvörðunarferli þar sem að niðurstaða þingsins er háð endalegu samþykki þjóðarinnar, þannig að hún tæki beinlínis þátt í ákvörðuninni. Auðvitað má kannski deilum að þetta sé raunverulega verið að skoða sama hlutin bara út frá ólíkum leiðum, en ég held samt að sú nálgun sé svona kannski ekki jafn átaka miðuð eins og ákvæði lítur út í dag. En þetta ákvæði eru auðvitað kannski svolítið hefðbundið, eða kannski ítalegra svolítið en sum svona ákvæði sem að sér í stjórnarskrám annarra ríkja, en allmörg Evrópuríki hafa skapað farvegi í stjórnarskrár til þess að skjóta lögum sem þingið hefur samþykkt í þjóðaratkvæði. Þessi ákvæði eru afskaplega fjölbreytt og það er ekki þetta að segja að sé ein stöðluð fyrirmynd sem að hér er notuð fyrir þessu ákvæði. Það er mjög breytilegt, til dæmis hvort það er gert ráð fyrir samþykkis eða þátttökuþröskuldum. Venjan er þó allavega að það sé sett krafa einhvern hlutfall kjósenda eða ákveðin fjölda kjósenda sem getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, en á þessu er sem sagt allur gangur og engin bein fyrirmynd sem er talin best eða sem er sérstaklega notuð fyrir þetta frumvarp. Það er vísað í greinargerð til ýmissa annarra ákvæða í erlendu stjórnarskrám á þess að neitt er þessi bein fyrirmynd. Skoðum aðeins betur textan, en við förum núna ofan í þetta ákvæði sem að geymir 5 málsgreinar. Fyrsta málsgreinin er auðvitað kjarni ákvæðisins og þar kemur fram sú regla að 15% kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu ný staðfest lög og til þess hafa kjósendur 4 vikur frá birtingu laganna. Það er hægt að ræða fram og aftur það hvort 15% markið er eðlileg krafa. Það hefur þegar komið fram í umræðinni að gagnrýni á að hún sé of há og að réttar væri að miða til dæmis við 10% kjósenda eins og stjórnlagaráð gerði. En þetta er einfaldlega matsatriði og ég tel að þessi krafa sé ekki óhóflega ströng
henni er ætlað að tryggja hæfilega útbreiddan vilja kjósenda til þess að fá að kjósa mál. Og ef við skoðum bara þann fjölda sem er á kjörskrá var á kjörskrá í síðustu alþingiskosningum 238.000 kjósendur, þá þyrfti 36.000 kjósenda að undirrita slíka kröfu. Og til samanburði má geta þess að í þeim atkvæðagreiðslum sem fóru fram á grundvelli 26. greinarinnar eftir að forseti neitaði að undirrita lögin Icesave árið 2010 og 2011, þá höfðu í fyrra skiptið 56.000 kjósendur eða næstum fjórðungur á kjörskrá undirrita áskorun til forseta, og í síðara tilvikinu 2011 þá höfðu 31.000 eða einmitt þá höfðu fyrirgefið 40.000 kjósendur undirrita slíka áskorun. Og ef við förum enn lengra aftur og skoðum árið 2004 þegar fjölmiðlalögin, þegar forseti neitaði að undirrita fjölmiðlalögin, þá höfðu 35.000 kjósendur fyrirgefið, það vantar reyndar þarna inn í, en í fjölmiðlalögunum höfðu 31.000 kjósendur sem voru einmitt 15% á þeim tíma ákveðið að rita áskorun til forseta. En það má líka geta þess að árið 2013 þá höfðu 35.000 kjósendur, sem var líka tæplega 15%, skorað á forseta að neita að undirrita lög breytingar á lögum veiðigjald, en það varð ekki við þeirri áskorun, eins og ég kem reyndar betur að á eftir. En þetta er kannski ekki alveg nóg að líta bara til þessara tilvika. Við verðum fyrst að hafa í huga að það eru margir óvissu þættir þegar maður skoðar þetta ákvæði, sérstaklega í ljósi þessa stutta frest sem eru aðeins 4 vikur. Það er skiljanlegt að það sé slæmt að það ríki óvissa mjög lengi lög sem hafa tekið gildi og hafa verið birt. En sú staða er vissulega alveg eins uppi með það sem gildir í dag með 27. greinina. En auðvitað skiptir hér grundvallarmáli hvaða kröfur verða gerðar til söfnunar á undirskriftum. Og eins og margt annað sem að lítur á útfærslu þessa ákvæðis, þá á að ákveða það með almennum lögum. Maður hlýtur að ganga út úr því sem vísu eigi að safna tilskildum fjölda undirskrifta að það verði mögulegt að söfnunin verði rafræn. En frumvarpið segir þó ekkert afdráttarlaust það, vísar til tæknilegra möguleika og að nauðsynlegt sé að tekin verði afstaða til þess hvort megi safna undirskriftum rafrænt. En það er ekkert sjálf gefið að undirskriftum sé safna rafrænt, og það er til dæmis ekki meginreglan í Sviss sem hefur nú lengsta hefð fyrir því að kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðis með því að safna tilteknum fjölda undirskrifta. Þannig að það er ekki sjálf gefið, en maður hlýtur að verða að ætla að þetta sé markmiðið þótt að sé ekki tekið fram, og það er svolítið vafasamt að vísa til reynslunar af þeim stutta tíma sem tók að safna þessum mörgu undirskriftum til dæmis í Icesave og veiðigjaldsfrumvarpið 2013, vegna þess að það eru engin formskilyrði gerð til þessara rafrænu undirskrifta sem þá söfnuðust, hvorki staðfestingu eða vottun þessara undirskrifta, og þannig að það er miklu fljótlegra eins og svo umgjörð var öll losaraleg að safna svo mörgum undirskriftum á stuttum tíma. En þannig að tímafresturinn er stuttur, þetta er ákveðin óvissa þetta, og má segja að þetta kannski ætti að vera vel mögulegt ef málið er verulega útbreidd umræða það, auk þess sem að slík undirskriftasöfning gæti hafist auðvitað áður en lögin eru birt, jafnvel meðan að lögin eru til meðferðar í þinginu, hugsanlega það bara leið og þau eru samþykkt. Þannig en þetta er svona ákveðin óvissu þáttur. Nú næsta atriði sem ég vildi staldra við í frumvarpstextanum eru að tilgreind lög eru undanþegin ákvæðinu. Nú ég tel ýmis skynsemisrök mæla með því að fjárstjórnarvald þingsins verði ekki sett í óvissu, til dæmis með því að framgangur fjárlaga sé stöðvaður og beðið niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu jafnvel í 4 mánuði. Nú það er líka meginforseta fyrir allir starfsemi ríkisins að fjárlög séu afgreidd fyrir upphaf hvers almanaksárs, og það má líka segja að það séu ákveðin rök fyrir því að ákvarðanir tekjuöflun ríkissjóðs með skattlagningu séu ekki sett í uppnám. En þarna eru ákveðin markatilvik einmitt málefni sem eru mjög þjóðfélagslega umdeild, til að mynda álagningu veiðigjald sem er skattlagning, og það var einmitt slík lög sem forseti þurfti að taka við áskorunum 2013, og hann gaf undir fótinn þegar hann ákvað að verða ekki við kröfu að neita undirritun laga veiðigjald, að þarna væri að ræða ákvörðun skattlagningu, og
Það var meðal hans ein af ástæðum þess að hann varð ekki við þessari kröfu 35.000 kjósenda sem þó höfðu undirritað þessa áskorun. En það allmörg dæmi það í öðrum ríkjum að sambærilegum lögum og eru talin í frumvarpinu verði ekki vísaði þjóðaratkvæði og gjarnan sá listi lengri og það má til dæmis nefna 42. grein dönsku stjórnarskrárinnar en þar eru talin upp mun fleiri lög, til að mynda lög lántökur og lánveitingar ríkisins og það má segja að þess væri auðvitað rökrétt að undanþiggja hér einnig lög lántökur, lánveitingar og ríkisábyrgði ríkissjóðs samkvæmt 40. grein stjórnarskrárinnar. Þetta eru augljóslega alger kjarnaákvæði í fjárstjórnarvaldi þingsins og það má reynda að geta þess líka að það var einmitt af þessum toga sem lagasetningin Icesave var á sínum tíma. Hún fjallaði einmitt ábyrgði ríkissjóðs á skuldbindingu tryggingasjóðs innstæðueigenda en hún fjallaði ekki fjárréttarskuldbindingar eins og oft kemur fram í umræðinni. Það ljóst að þarna var veigamikill þáttur í fjárstjórnarvaldi þingsins og forseti var þá skýrðist ekkit við að verða við kröfu kjósenda í því tilviki. Kannski þetta ein ástæða þess að láta hjá líða að undanþiggja slík lög í þessu ákvæði nú, eða sem sé að sleppa því að telja þau upp til þessara undantekningar. Næst ætla ég að víkja stuttlega að annarri málsgrein frumvarpsins sem margt sérstök finnst mér. Það vekur athygli að þar 15% kjósenda einnig veitt heimild til þess að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðnar tegundir þingsályktana. Og í þessu tilliti hefur ákvæðið nokkra sérstöðu í samanburði við stjórnarskrá flestra ríkja sem við erum að bera okkur saman við, sem almennt fjalla þjóðaratkvæðagreiðslur lög í sambærilegum ákvæðum þótt að séu reyndar undantekningar frá því. En í annarri málsgrein sem sagt fyrst kveðið á að krefjast megi þjóðaratkvæðagreiðslu ályktanir Alþingis heimild til að fullgilda þjóðréttarsamninga samkvæmt 21. grein stjórnarskrárinnar. Svo ég taki þetta fyrst út fyrir sviga að þá myndi ég segja að það séu góð og gild rök fyrir því að það sé hægt að tryggja að ákvörðun að fullgilda þjóðréttarsamninga fari í þjóðaratkvæðagreiðslu enda geta þeir haft veigamikil áhrif á hagsmuni þjóðarinnar og stöðu gagnvart öðrum ríkjum. Hér fá kjósendur þá tækifæri til að taka strax afstöðu til þess hvort Ísland eigi yfir höfuð að gerast aðili að þjóðréttarsamningi áður en síðan eru gerðar lagabreytingar til þess að innleiða ákvæði hans í landslög. Slík samþykki veitt af Alþingi með þingsályktun og þá veitt heimild til þess að ríkisstjórnin fullgildi þennan samning. Og síðan í framhaldinu ef síðan eru sett lög til þess að innleiða skuldbindingar samkvæmt samningnum þá rökrétt að þá séu líka settar ákveðnar skorður við því að það verði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það ákveðið samhengi þarna á milli. Það var hægt að taka afstöðu til upprunalegu skuldbindingarinnar. En málið kannski ekki alveg svo einfalt og ef við horfum til þess þjóðréttarsamning sem mest áhrif hefur haft á íslenskt samfélag þá það auðvitað EES-samningurinn en miðað við þetta ákvæði að þá yrði hægt samkvæmt annarri málsgrein frumvarpsins einmitt mögulegt að knýja fram þjóðaratkvæði ýmiss konar gerðir sem eru teknar upp í EES-samningum. Fjölmargar slíkar gerðir hafa verið teknar upp á undanförnum áratugum en í grunninn eru þær gerðir þjóðréttarsamningar og eru þær samþykktar sem með sérstakri ályktun samkvæmt 21. grein stjórnarskrárinnar. En þetta getur vissulega sett framgang EES-samningsins í óvissu en þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér. EES-gerðir geta verið verulega afdrifaríkar og umdeildar og eðlilegt að fólk fái að taka afstöðu til að kjósendur fái að taka afstöðu til þeirra en ég sakna þess að sjá ekki kannski meiri bollalengingar þetta í skýringum í frumvarpinu hvernig þetta myndi spila saman. Mér finnst hins vegar verri hugmyndin sem kemur fram í seinni hluta annarra málsgreinarinnar heimild til þess að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu ályktanir þingsins sem hafa réttar áhrif eða fela í sig mikilvæga stefnumörkun. Aðallega hef ég illan bifur á þessu ákvæði vegna þess að þegar betur að gá þá sést að tillagan í reynd innantóm og ber þess skillega merki að vera pólitísk málamiðlun að setja eitthvað í stjórnarskrána en samt ekki. Það vegna þess að þingsályktanir eru þannig að þær eru auðvitað mjög ólíkar lögum að því leyti að það hafa allt annað eðli, þær fela almennt í sér vilja yfirlýsingar þingsins eða formlega ákvörðun tiltekið málefni sem ekki tengist lagasetningu og óljós hvernig á að útfæra þjóðaratkvæðagreiðslu
slíkar ákvarðanir. Þær skapa ekki réttarreglur, en þær geta vissulega haft réttaráhrif með vísan til þess að til dæmis stjórnarskrá og lög fela Alþingi að ákveða ykkur tiltekið mál, þá það gert með þingsályktun. Við getum ímyndað okkur til dæmis ályktunum að ákæra ráðherra fyrir landsdómi, auðvitað þingsályktun sem hefur réttaráhrif. Sama að segja nú ályktunum að votta ríkisstjórninni vantraust. Það klárlega þingsályktun með mikil stjórnskipuleg réttaráhrif. En það sem sé engin afstaða tekin til þess. Það eru tekin dæmi í skýringum með þessu ákvæði ályktanir sem hafa réttaráhrif eða eru stefnumarkandi. Það er bent á rammaáætlun, áætlun náttúruminjaskrá. En svo klikkt út með því að segja allt ráðist þetta af því hvaða skilningu verður lagður í orðin réttaráhrif eða mikilvæg stefnumörkum í sérstökum lögum sem Alþingi á að setja til að útfæra þetta. Þannig að ekki bara þarf að gera þetta með lögum, heldur við getum ímyndað okkur að þarna verði erfitt pólitískt bitbein sem að verður erfitt að ná samkomulagi en í ofanálag þarf að fá samþykkt 2/3 hluta atkvæða á þinginu til þess að ná samkomulagi hvaða ályktanir þetta eru. Og í frumvarpinu nefnilega líka tekið fram að löggjafanum sé eftirlátið að ákveða hvaða ályktanir nákvæmlega eiga hér undir. Sem sagt, það tókst ekki samkomulag þetta í nefndinni, ágreiningnum slegið á frest og þetta verður bara ákveðað síðar. Þetta minnir svolítið á þegar var sett ákvæðum forsetan og synjunarvaldans í 27. greinina árið 1944. Það verður bara ákveðað þetta síðar. En ég óttast að þessu verði ekki bara slegið á frest, heldur verði mjög erfitt að setja lög að tilgreina þessa þingsályktanir nákvæmlega. Almennt séð myndi ég segja að það sé stærsti gallinn á frumvarpinu og vinnu stjórnarskránnefndar að það er ekki tekin afstaða til ýmissa lykilatriða sem á að setja í þessu almennu lög. Til dæmis form undirskrifta eins og ég nefndi áðan, skipulag undirskriftasöfnunar, úrskurðarvald dómara ágreining hvort að lögin eru þannig að þau falli undir ákvæðið eða ekki. Auk þess kemur þarna líka fram í 5. málsgreininni að það til þess að samþykkja slík lög að þá þurfi 2/3 hluta atkvæða á Alþingi. Aftur þessa breiðu og víðtæku sátt, pólitísku sátt. Ég hefði talið algjörlega óhjákvæmilegt að einhver drög að slíku frumvarpi fylgdu þessu stjórnarskrárákvæði, en þau gera það ekki. Þannig að þetta er algjörlega óráðið og í skýringum með þessu ákvæði segir að aukin meirihluta atkvæða þurfi hér vegna mikilvægis þeirra laga sem þarf að setja efnið. Mér finnst þetta ekki samfærandi rök og ég álykta einfaldlega að það hafi reynst pólitískt ómögulegt að ná samstöðu nokkur þessara megin atriða í nefndinni. Mér finnst það ekki boða gott og ég til reyndar minni líkur á því að þetta nái síðar þegar frumvarpið komið í umræðu. Og það líka bara að hafa það í huga að þetta ákvæði verður einfaldlega ekki virt fyrr en búið að setja þessi lög. En síðasta efnisatriði sem ég víkað, það er þátttökuþröskuldurinn í 4. málsgrein. Stjórnarskránnefnd náði þó samkomulagi að setja tiltekinn þátttökuþröskuld og það segir að til þess að niðurstaða atkvæðagreiðslu að hnekkja lögum eða ályktunum Alþingis teljist gild þarf meiri hluta atkvæða en þó minnst 4/5 kjósenda á kjörskrá. Ég reikna með að þetta hafi reynst nefndinni mjög erfitt og man eftir því að til þess var vísað í fréttaflutningi af störfum nefndarinnar. Það má lengi deila hvort á að setja slíka þröskulda og þá hversu háa. Rökin eru þó nokkuð auðsæ þegar ákvörðun Alþingis hefur fengið meiri hluta stuðning þjóðkjörinna fulltrúa þá er ekki óeðlilegt að nokkur almenn andstaða þurfa að vera við málefni til þess að gera Alþingi afturreka með ákvörðunina. Slíka þröskulda má finna í mörgum stjórnarskrám misjafnlega stranga. Ég tek hérna dæmi bara úr íslenskri stjórnskipunarsögu þröskulda sem voru gerðir til að mynda samþykkt stjórnarskrána 1944 en þá þurfti yfir 50% kjósenda á kjörskrá að samþykja stjórnarskrána til þessum gæti tekið gildi. Svo voru óhemju strangir þröskuldar í sambandslögunum 1918 hvernig þyrfti að samþykja breytingar þyrfti að samþykja sem sé slit á sambandi Danmerkur og Íslands þar sem talað að það þyrfti 2/3 hluta þingmanna í báðum deildum þingsins og það sem að minnst okkur 3/4 hluta kjósenda á kjörskrá tækju þátt og að minnst okkur 3/4 hlutar greiddra atkvæða yrðu með samningsslitum. Þetta er með því strangasta sem hefur sést enda næstum því 100 ára gamalt og þjóðaratkvæðagreiðslur voru mjög óhefðbundnar á þessum tíma.
en reynda var þessu síðan breytt í stjórnarskránni 1920. Atkvæðagreiðslu bæði þessi atriði fór fram 1944 og eins og allir vita með gífurlegri kosningaþátttöku eða 98%, þar sem var engin vafi á því að þessi þröskuldur hefði neitt að segja. Hvers má vænt í framhaldinu, smá hugleiðingar, hvað gerist næst og hvað þarf að gerast til þess að tillaga stjórnarskrárnefndar verði að veruleika. Og það verður nú að segjast að það eru allmarga girðingar á þeirri leið ef við bara veltum fyrir okkur hvað tekur við. Nú í fyrsta lagi þurfum við að huga því að það þarf að uppfylla þau skilyrði sem eru sett í bráðabirgðaákvæði við stjórnarskrána að það megi breyta stjórnarskráni með þjóðaratkvæðagreiðslu og óhefðbundinni meðferð. Og það þýðir að það er náttúrulega eftir að leggja frumvarpið fram á þinginu, 2/3 hluta þingmanna þurfa að samþykkja frumvarpið, því næst þarf það að fara í þjóðaratkvæði þar sem að lágmarki 40% kjósenda þurfa að samþykkja það samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði. En þá er ekki allt búið. Ákvæðið er komið inn í stjórnarskrána, þá þarf að ná samkomulaginu hvernig eigi að útfæra þetta í lögum með 2/3 hluta atkvæða þingmanna. Þannig að þetta er ansi mikið eftir, ef svo mætti segja, og það er gott að gefa sér tíma til þess að ræða þetta frumvarp og önnur stjórnarskrárfrumvarp í þaula, en maður óttast einhvern veginn að þetta geti orðið erfiðar hindraðir til þess að þetta verða veruleika. En segjum svo að þetta verða veruleika eftir að hafa komist í gegnum þetta hindrunarlaup. Hvað gerist þá? Þá held ég svona rétt í lokin ef við metum mögulega virkni þessa ákvæðis, þá getum við ekki annað en velti fyrir okkur hvernig þetta mun spila saman með þeirri heimild sem þegar er í stjórnarskrá í 27. greininni að forseti geti skotið lögum í þjóðaratkvæði. Nú stjórnarskránefnd ákvað að leggja ekki til neina breytingu á heimildum forseta Íslands samkvæmt 27. grein og enn einu sinni veigra stjórnmálamenn sér við því að hrófla við nokkru sem lýtur að stöðu forseta Íslands í stjórnarskránni sem virðist einfaldlega vera pólitískt ómögulegt en er svona allavega stjórnskipulega óásættanlegt að mínu mati ef ég fæ að tala þetta einfaldlega sem lögfræðingur á þess að horfa á pólitískan veruleika. Það er engin afstaða tekin til þessi skýringu með frumvarpinu hvernig samspil þessara tveggja ákvæða á að vera. Það er að vísu nefnt að á málskotsrétti forsetans eru engar hindranir. Það liggur líka ljóst fyrir. Það er engin lög sem eru undanskilin þessum 27. greininni. En ég hefði hins vegar talið blasa við að þetta nýja ákvæði þjóðaratkvæði að kröfu kjósenda ætti að leysa af hólmi málskotsrétt forseta samkvæmt 27. grein. Það er alveg ljóst að ákvæðin eru mjög áþekk og það er nær útilokað að forseti beiti 27. grein nema einmitt af frumkvæði þjóðarinnar og reynslan sýnir að það hefur einmitt alltaf verið 15% kjósenda sem að hafa krafist þess að lögfæri þjóðaratkvæði. En nú myndu kjósendur eiga val mjög svipaða farvegi til þess að krefjast þjóðaratkvæðis. Og sá munur er þó á að leiðin til forsetans er mun greiðari og einfaldari í sniðum. Það eru engin lög undan þegin, það þarf ekkert form á söfnun undirskrifta, það eru engin þátttöku þröskuldar í kosningunni. Nú hver maður sér að kjósendur sem að hafa heita skoðun á einhverju máli myndu reyna á þennan farveg fyrst. Og að þessi staða mun að mínu viti grafa undan virkni þessa nýja ákvæðis og hugsanlega leiðir hún til þess að það senki þessari langþráðu samstöðu að setja lögin útfærslu á hinu ákvæðinu vegna þess að það má segja að þarna sé í raun komin þessi farvegur. Kannski verður nýja ákvæði nota til þess að styðja undir að forseti myndi þá klárlega verða við kröfu 15% kjósenda að vísa lögum í þjóðaratkvæði enda hafi stjórnarskrárgjafinn viðurkennt það í öðru sambandi. En viðbrögð forseta Íslands síðan við því hvernig hann ætlar að beita þessu eftir að nýja ákvæði kemur inn, það er auðvitað alveg gjörsamlega ómögulegt að spá fyrir það. Og það mætti kannski reyna að reikna út hvað Ólafur Ragnar Grímsson myndi gera en það er bara ekki nóg því nú er hann að hætta og nýr maður að koma í hans stað. Og þá skapast að mínu viti enn meiri óvissa en orðin er það hvernig forseti myndi beita 27. grein og hvaða gagn er þó yfirleitt að þessu ákvæði. Nema til skýringar fyrir beitingu 27. grein. En að lokum, það er svona niðurstaða mín að þrátt fyrir að þetta ákvæði verði sett í stjórnarskrá þá gerir stjórnskipunin áfram ráð fyrir því að það verði komið undir ákvörðunarvaldi forseta Íslands hvernig rétti kjósenda til þjóðaratkvæðagreiðslu sé háttað og það myndi ég segja að það er staða sem hefur verið undanfarin árum og mér sýnist eiginlega fátt benda til þess að það sé nokkuð að breytast í þeim efnum. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir Björg og þá vildi ég bjóða öðrum þáttakendum í pallborðið að koma og setjast í pallborðið og biðja Eirík Bergmann að taka til máls. Já, kæra þakkir fyrir þessa yfirferð. Ég ætlaði nú kannski einhverjum að ræða svona pólitíska stöðu málsins eins og hún blasir við mér. Ég vil nú eiginlega segja það eftir þessa yfirferð að vera þáttakandi í umræðum stjórnarskrármálefni á Íslandi eiginlega, held ég, aðalega bara fyrir svona sérdeilis versaða áhuga menn skrif Frans Kafka. Það svona eins og að vera staddur í einu af hans verkum að taka þátt í þessari umræðu. Negin það þannig að allt sem gert er leið afgert eins og það hafi aldrei orðið í upphafi. Fyrst kannski þetta þjóðaratkvæðagreiðslu mál. Þá það nú þannig að í löndunum í kringum okkur þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslur verið að ryðja sér mjög til rúms. Ríki, sérstaklega á Vesturlöndum, hafa verið að færast frá því að byggja einvörðungu á fulltrúa lýðræðinu, 18. og 19. aldar fulltrúa lýðræði og yfir í aukna aðkomu almennings. Ísland eitt af þeim ríkjum sem hefur setið eftir í þessari þróun. Við erum eitt af fáum ríkjum í Vestur-Evrópu sem beitir beinu lýðræði þjóðaratkvæðagreiðslum hvað minnst. Við höfum á lýðveldistímanum bara kosið eitt mál í þjóðaratkvæðagreiðslum. Það æskt. Tvígang höfum við kosið sama mál. En það ekki neitt annað mál, það í þjóðaratkvæðagreiðslum. Bretlandi dæmi ríki sem notar þetta mjög lítið, en hún allavega önnur þjóðaratkvæðagreiðslan að fara í gang á sama tíma. Reyndar aftur sama mál. Evrópusambands málefni. Þannig að þetta auðvitað mál sem við þurfum að flytja áfram og alls konar annars konar fyrirkomulagur menn líka nota eins og borgaraþing sem að stjórnlagaráð var einhvers konar tilraun til þess að viðhalda þó þessu yfirleitt slempi valin á Írlandi. Var nýlega lokið mjög árangursríku stjórnlega þingi sem var slempi valið, 66 almenni borgarar voru valdir inn á þetta stjórnlega þing og svo voru 33 fulltrúar af þjóðþinginu sem voru þeim til aðstoðar. Ég var þarna í ráðgjafahópi sem undirbjó þetta og menn höfðu ágjörð af því að þingmennir myndu taka við starfið en það reyndist öfugt. Þingmennir reyndust mjög áhugasamir að fá fram sjónarmið borgarana og út úr því kom meðal annars þetta afnám stjórnarskrár ákvæði sem að bannaði giftingar samkynhneigðra til dæmis og ýmislegt svona sem hefur komið út úr þessu orðið að lögum. Þannig að ég held að við þurfum að fara að átta okkur á því að við höfum setið eftir í þessum efnum og mér virðist á lestri ákvæðisins og yfirferð Bjargar að við séum kannski ekki að færast neitt sérstaklega langt áfram við miður með þessu ákvæði. Þröskuldarnir eru of háir en auðvitað fer þetta síðan alltaf eftir útfærslunni. 15 af 100, 10 af 100 var hjá stjórnlagaráðinu. Það fer eftir hvernig menn skilgreina þessa kröfu sem talað í lögum. Það svo að það verður útfært þannig að menn þurfa að mæta hjá sýslumanni milli 11 og 12 á þriðjudegi með 2 votta með sér til þess að undirskriftin sé samþykkt. Þannig að þetta í rauninni útfærslan áfram í höndum þingsins og stjórnmálanna þrátt fyrir að þetta ákvæði yrði samþykkt svona. Það algjörlega hægt að draga tennurnar úr þessu ákvæði eins og ekkert sé og þannig að engin breyting verði og maður les það út úr þessum texta að einhverjir hafi hugsanlega mögulega áhuga fyrir því að nota þetta
ekki. Þessi niðurstaða kemur út úr pólitísku málamiðlun þar sem allir stjórnmálaflokkar taka þátt, en maður fær ekki betur séð en að samkomulagi sé ekki meir en svo að stór hluti þeirra sé núna hlaupnir frá samkomulagi. Píratar samþykktu ályktun þessum og hafna þessum. Ég skilst að Samfylkingin hafi gert slíkt hið sama og efasemdir hafa víðar heyrst, og þá væntanlega hið pólitíska mat þeirra á vettvangi einhvern veginn á þann veg, er þetta til bóta, og þó svo það sé til bóta að einhverju leyti eykur það eða takmarka það möguleika á heildarendurskoðunni sem menn að kalla eftir. Og mér virðist sem að hluti stjórnarandstöðunnar allavegana hafi verið að fikra sig inn á þá niðurstöðu að þrátt fyrir einstaka þættir séu til bóta, þá sé gengið það skámt að það borgi sig ekki að fórna möguleikanum á heildarendurskoðunni með því að samþykkja þetta. Sjálfur hef ég raunin ekki skoðun á því, svona pólitískt, hvort að það eigi að sé betra að samþykkja þetta eða reyna að fresta þess að fara áfram í heildarendurskoðunina. Og eiginlega út af því ég bara ekki alveg nægilega mikill áhuga maður skrif Frans Kafka til þess að helga líf mitt þessu máli sem virðist ekki ætla langt. En ef við gefum okkur það að þetta falli, sem að ég sýnist nú að geti hugsanlega stemt í, þá þarf samt sem áður að hugsa málið áfram. Og það sem ég myndi vilja bara leggja til til umhugsunar væri að reyna að nýta þær aðferðir sem að hafa verið í þróun í ríkjunum í kringum okkur hvað varðar borgaraþing. Hvernig svo sem þau eru valin, helst slembivalin. Ég meina þetta verið notað í nokkurum ríkjum í Kanada í kosningakerfismál. Það verið notað í Hollandi, þetta verið notað í Belgíu, þetta verið notað í Írlandi, það í gangi svona þing í Eistlandi, það fjöldin allir af slíku þingum í Suður Ameríku, upprunnin rauninni þáttöku fjárlaga gerðin í Porto Alegre í Suður Brasilíu sem hefur breiðst út um allan heim. Ég held að þetta mál hefur sokkið ofan í slíkar skotgrafir að maður sér ekki alveg leiðina upp úr þeim. Og ég held að ef að menn hafi áhuga fyrir að gera þetta raunverulega, að þá sé leiðin til þess að stjórnmálaflokkarnir samþykki að koma á slíku borgaraþingi, ekki þar sem að ég og sjálfur verðum kosin, heldur þar sem að fólk verði valið sem sé í slembivali og hefði sér til aðstoðar sérfræðinga eins og Björgu og fleiri sem að þingið myndi velja sjálft inn á slíkt borgaraþing þar sem allir þessi textar væru teknir saman og niðurstaðan út úr því færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta held ég eina leiðin til þess að ná þessu máli upp úr skotgröfunum. Takk fyrir. Takk fyrir ykkur og þá vildi ég bjóða Salvör Nordal. Já, góðu gestir. Takk fyrir að fá tækifæri til að tjá mig aðeins þetta mál. Ég vil nú segja ólíkt kannski Eiríki að ég út af fyrir sig alveg tilbúin til að helga lífi mínu stjórnarskráni. En það væri náttúrulega gaman að það geti málið, það væri einhver svona árangur, allavega einhver skref tekin. Og hann nefndi Kafka, eða datt mér nú reyndar í hug saga sem ein ágætt söngkona hér í bæ sagði, ég held að það hafi verið árið 2010-11 þegar hún var í sjónvarpsviðtali og það varst talið að svona umræðunni á Íslandi og þá hafði Icesave-máli verið mjög mikið í umræðunni og komið upp aftur og aftur með svona mismunandi löngum millibilum og hún hafði verið dvalið dálítið erlendis á þessu tímabili og hún sagði að koma heim væri svona eins og það myndi hana eins og að sitja yfir Wagner-óperu.
svo sofnar maður aðeins og svo vaknar maður og það er ennþá sama á sviðinu og svo dottar maður aftur og ennþá er sami söngvarinn að deyja á sviðinu. En mér finnst þetta nú eiginlega besta lýsingin á íslenskri umræðuhefð. En ég ætlaði að fara yfir og þau eru nú reynda búin að segja ýmislegt af því sem ég ætlaði að benda á í sambandi við þetta ákvæði, en ég ætlaði svona fyrst og fremst að hugsa þetta fyrri hlutan það sem og eins og það kallast á við það sem stjórnlagaráð gerði. Og ég ætlaði að taka bara nokkur atriði eins og ég segi, þau eru þegar búin að nefna það, en eins og til dæmis þetta með hvað margir eiga að geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það eru 10% eða 15%. Það auðvitað skiptir mjög miklu máli hvernig þetta er útfært í lögum, og ef þetta eru strangar reglur eða strangur rammi settur, þá ætti það að vera 10%, en ég sjálfur sér myndi segja að 15% er líka allt í góðu lagi, sérstaklega ef þetta er auðvelt að safna undirskriftum. Það má líka geta þess að þegar í umræðu hjá stjórnlagaráði þá var lengst af tillagan sú að hafa þetta 15%. Það var ekki fyrir en alveg í lokin sem voru sett fram breytingatillaga sem var samþykkt. Þannig að ráðið var raunverulega alveg búið að sætta sig við 15% í allri umræðunni, og þetta kom tiltölulega seint. Og ég held að þetta sé ekki stórt atriði að hafa þetta 15% frekar en 10%, nema að lögin séu útfærð þannig að það séu þannig hindranir að þurfa að mæta hjá sýslumanni eða eitthvað þurfa að gera sem gerir þetta flókið. Og í öðrum löndum auðvitað þá þetta undirskriftasafnanir, og til dæmis í Bandaríkjunum og í Sviss, þar sem fólk leggur bara á stað út í samfélagið með blöð og fær undirskriftir og í stórmörkuðum og að reyna að fiska fólk. En ef þetta náttúrulega rafrænt, þá þetta allt miklu auðveldara. Annað atriði það hvað á að líða langur tími milli þess að lögin eru birt og krafan lögð fram. Og það eru 4 vikur í þessari tillögu, þá voru 3 mánuðir hjá stjórnlagaráði. Aftur, mér finnst þetta ekki vera stórt atriði, en auðvitað skiptir þetta samt máli. Ég er svolítið hissa á hvað þetta er strangur frestur, vegna þess að það líka getur valdið því að það þarf að búa til eitthvað rosalega mikið movement, eða svona moment til þess að fá fólk á stað, og kannski meiri krafti heldur en æskilegt til þess að ná þess á 4 vikum, en auðvitað eins og bent hefur verið á, það eru allar líkur á því að ef það er að fara svona undirskriftasöfnun í ganga, þá byrjar hún væntanlega áður en þingið er búið að samþykkja jafnvel lögin, þannig að þetta er auðvitað lengri tími. En það er allavega, þetta er svona umhugsunarefni, hvort að þetta er æskilegt að hafa þröngan glugga og hvort að það geti skapað einhverja spennu sem er kannski óþarfi að hafa og geti jafnvel svona verið skaðleg. Annað atriði sem sagt hvenær á þjóðaratkvæðagreiðslan að fara fram. Í þessum tillögum það 6 vikum eftir hún lögð fram. Aftur, það var lengri frestur, eða innan árs hjá stjórnlagaráði, og í röksendin þar var að hafa rúman tíma myndi bjóða upp á vandaðri umræðu. Það auðvitað líka, gefur auðvitað ríkisvaldinu meira svigrum, eða eru til dæmis kannski einhverjar aðrar kosningar í nánd, að það auðvitað hægt að gera, það býður upp á meiri möguleika, en lögin hafa auðvitað tekið gildi, og það getur líka verið gott að hraða þessu ef lögin eru þannig að það er einhverja breytingar sem fara strax á stað, og það getur verið mjög vont eða það er kannski tilgangslítið að fara að afturkalla þau ári síðar. Þannig að þetta svona bara punkta til umhugsunar. Þá það þátttökuþröskuldurinn, og hann kannski það vandasamasta í þessu. Það eru 25% kosningabara manna samkvæmt þessu, og í tillögu stjórnlagaráðs það var engin slíkur þröskuldur. Og rökin þar og rökin fyrir því að hafa ekki þröskuld er meðal annars þær að það sé betra, það sé lýðræðislegra að vera með reglur sem hvetja fólk til að koma og kjósa, frekar heldur en að séu reglur sem gætu í einhverjum tilfellum hvatt fólk til að sitja heima. Það sé betra að fólk fara á stað og nýti kosningaréttin. Annað líka það að ef það er þröskuldur, þá náttúrulega skapast
eftirspurn eftir því að smala á kjörstað og þá auðvitað spurningin og ég man eftir ég ræddi þetta dálítið við sérfræðinga í Sviss þar sem engir þröskuldar að þeir lögðu áherslu á það að bara þeir mæta sem hafa áhuga og hafa gert upp sinn hug og það skapist ekki svona einhver hvati til þess að fara að smala fólki á kjörstað. En vandinn eins og Björg kom ágætlega inn á náttúrulega þetta með samspili við 27. greinina í núgildandi stjórnarskrá. Og þar engin þátttökuþröskuldur. Og mér finnst, ég held að meðan sú grein eins og hún að þá sé mjög hæpið að setja þátttökuþröskuld á þessa grein. Vegna þess að eins og Björg kom inn á, þetta auðvitað skapar ákveðin þrýsting og þarna auðvitað reynir á það hvernig forseti lítur á það, hvernig hann hyggst beita 27. greininni. Hvort hann segir þá bara hreinlega, ég mun aldrei taka við undirskriftarlistum því það verður að nýta þennan möguleika sem í gildi og ég mun þá bara beita 27. greininni við einhverja aðrar aðstæður. Eða þá að ef hann hefur það opið að þá getur skapast þrýstingur á hann og það alltaf mjög sérkennileg staða ef það fólk fyrir eitthvað að spá í það að ég vil frekar að fara þessa leið eða hina leiðina. Það eiginlega þyrfti að vera nokkuð skýrt hvaða leið fær og þess vegna held ég að meðan þessi grein eins og hún að þá sé 27. greinin sem ég held að verði ekkert breytt by the way en ég held að henni verða ekki breytt en þá held ég að þá frekar spurningu þá að menn hugsi nákvæmlega hvernig þetta samspil geti orðið og það reynir auðvitað mjög mikið á þá forsetann að skilgreina það og skýra það mjög vel hvernig hann hyggst breyta þessari 27. grein og hvernig hann sér þessa 27. grein í samspili við svona þjóðaratkvæði greiðslu. Mun þjóðaratkvæðagreiðslu fjölga verulega við þetta, það náttúrulega veit enginn en það auðvitað við erum komin núna með ákveðna reynslu á þessu sviði og ég held að ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því í sjálfu sér vegna þess að það hefur auðvitað sýnt sig eða mér hefur virst það allavega þegar það eru undirskriftasafnanir sumar fá hljómgrunn og aðrar ekki. Það ekki eins og almenningur bara hlaupi til í hvers skipti sem einhvern dettur í huga byrja að safna undirskriftum að þá stökkva allir á staði því það sé svo skemmt eða áhugavert. En þetta verður hins vegar mjög vandasamt að beita þessu og ég held að ef fólk ætlar að fara að nota þetta mjög oft að þá geti það auðvitað orðið þannig að það komi upp krafa hjá almenningi að draga úr eða setja miklu þrengri reglur. Þannig ég held að það reynir á almenning að fara ekki að misnota svona reglur eða þessa leið að þetta sé ekki gert nema þegar raunverulega mikil þörf á því og svo kannski að lokum ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar í þessum stjórnarskrármálum og taldi það svona frá upphafi vera líklegasta leiðin til að það yrðu gerða breytingar á stjórnarskránni að við reyndum að taka þetta í skrefum frekar heldur en að gera allt í einu og mér þetta mjög sárt að við hafandi verið talsmaður þess að svona skref gætu ekki einu sinni verið tekin. Þannig að ég vona nú að þingið nái sátt þetta mál. Það getur verið að það þurfi að lagfæra einhverja hluti í þessari atrennu en ég held að við værum miklu betur sett með það að fá einhverja breytingar fram heldur en að við værum alltaf á þessum byrjunarreit og það við værum alltaf að gera atrennu að sömu ákvæðunum. Ég ætla að láta þetta nægja í byrjun. Takk. Þakka þér fyrir Salvör og þá orðið laust. Við höfum svolítið tíma fyrir að taka spurningar úr sal. Þú varst fyrstur, gjörðu svo vel, og við byrjum að kynna þig og bera fram. Ég sendi nú inn athugasemdir vegna fyrirtækja markmiðina náttúru og náttúruauðlindir í þjóðareign og ég vona nú að það nættir þess að það verður grafið eða þau ákvæði verða grafið. Já, það annað ákvæði sem til umbyllunar.
náttúrulega þessum láta það ekki. En svo hugsaði ég þriðja atkvæði, ég nenni ekki að lesa það, ég meina, það getur ekki verið þegar hafi getað klúðrað því líka. En svo kemur náttúrulega ljós þegar við fyrir að lesa að það náttúrulega líka dálítið, sko það eins og það hafi, ég veit ekki hvernig ég get sagt þetta, ekki nógu ígrundað fólk samið þetta. Og ástæðan svo, sko, ef maður ætlar að setja inn ákvæðið svona þjóðaratkvæði, hvers vegna verður maður að setja þau? Og hættan svo að það kom einhver íþyngjandi ákvæði frá þinginu sem var einhverju erfitt með að sætta sig við. Og hvað myndi það vera varðandi? Það myndi vera varðandi skatta, það myndi vera varðandi þjóðréttarsamninga og það myndi vera varðandi refsilöggjöf, náttúrulega. Ertu með spurningu? Já, en það er akkurat þetta sem er tekið út hérna fjáraukalög og fjáraukalög, lögum skattamálum og lögum sem settir framfylgja þjóðarskuldbindingum. Þetta er allt sem að tekið út. Akkurat það sem er eiginlega það eina sem myndi vilja svona lög til þess að hafa áhrif á. En það er þó eftir, eins og ég segi, refsilöggjöf. Til dæmis ef mann ætla að fara að setja inn gapastokka aftur. Eða ef þeir til dæmis setja þau lög að það megis nota sharia-lög ef einhver sveitarstjórn taka upp sharia-lög, það megum það. Það sé refsilöggjöf sharia og það er náttúrulega getur verið gagnlegt að geta andmælt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hver er spurningin? Já, sko spurningin er þessi. Hvernig stendur á því að það er verið að setja inn ákvæðum að við megum hvað að segja, við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu. Og einu tilfellin sem við myndum náttúrulega vilja nota slíka þjóðaratkvæðagreiðslu í, þau eru undanþegin. Þetta er náttúrulega stórskrítið, sko, og þá er eins og þetta hafi allt verið gert, sko, til þess, ok, við verðum að breyta ykkur. Þakka fyrir, en þá er spurningin komin fram. Við skulum taka nokkrar fleiri. Þorkell Helgason, gerðu svo vel. Já, Þorkell Helgason, ég nú fyrst þakka fyrir að Háskólinn er að halda svona fundi. Ólaf Frank Vilæð. Og leyfa fulltrúum og stjórnlagaráði að koma fram. Það var ekki rétt fyrir 5 árum. Þá var Háskólinn og Háskólarnir allir með fundaserjur og það fikk enginn að tala máli stjórnlagaráðs eða skýra tillögurnar út. Það voru bara harkaða niður og ekkert annað gerðist. Þess vegna sakna ég þess pínlítið núna að það skulle ekki vera gerður svolítill samanburður á þessum tillögum og því sem kom fram hjá stjórnlagaráði. Það kom að vísu fram í máli Bjarkar en kannski ekki skriflega. Vegna þess meðal annars að mér skilst að hinn pólitíski ágreiningur núna sé sá að Píratar og Samfylkingin kannski vilja satsa meira á það sem stjórnlagaráð lagði til heldur en þessar tillögur. Þess vegna verið fróðlegt fyrir almenning að fá þetta umræðu. Og ég skal reyna að búa til spurningu úr þessu, hvað sjá menn nú fyrir sér sem pólitíska framhaldi? Og þá beini ég þetta til kvennanna tveggja því að Eiríkur er eiginlega búinn að tjá sig um það. Aðeins bara lítil leiðrétting sem fannst misskilningur hjá bæði Björgu og Samúru. Sko það þarf ekki 50% þáttöku samkvæmt þessum 25%. Það dugir 25% pluss einn maður en allir segja nei við lögunum frá Alþingi. Þetta er synjunarþröskuldur en ekki þáttökuþröskuldur. En hvort að ég vera þröskuldur eða ekki, við í stjórnlagaráði lögum til hann við ekki, alveg eins og Salvur nefndi. En ég hef nú stundið upp að þeirri málarmöfun ef maður vilja hafa einhverja 15%. Fjandarbörni þeir sem að skrifuð undir fljótað og mæta kjörstað og greiða atkvæði í samræmi við það. En spurningin var pólitíska framhaldi. Einmitt. Gjörðu svo vel hérna fyrir miðjum, má ég biðja að kynna með nafni og bera svo fram spurninguna. Gísli Baldvinsson heiti ég stjórnmálafræðinemi. Spurning mín er spurningar ríkjannast að ég ekki að skrifa. Það voru þess konar orðalag sama atriði sem ég tók eftir. Það er samþykkt með 2/3 hlutatkvæða eða samþykkt 2/3 þingmann eða 2/3 greiddra atkvæða. Sko, þetta er bara ekkert sami hlutinum í mínum hug. Og vegna þess að þið skoðið eins og tillaga stjórnarskrárnefndar, Pálsnefndarinnar þá er þetta bara
ekki ljóst fyrir mér svo ég það að vegna þess að það er hnekkur á Alþingi, það stendur já eða nei eða greiði ekki atkvæði og það er ekkert sama og kjálfsett. Þannig að þetta svona atriði sem að þurfa að vera algjörlega skýr, eins og hafa það í stjórn. Þannig að ég svona að spyrja þessu og síðan kannski aðeins vangaveltu að ég má sko að þessi fjárvitna þröskuldur, hann kallar á eitt á Alþingi Íslendinga. Það er að stjórnarandstaðan að þeir sem eru á móti þessum breytingum bara í málþóf þangað til búið að safna undirskrift. Og þetta er bara leikur sem í íslenskum átakastjórnmálum og þekkist varla erlendis. Og í þriðja lagi okkur í ósköpunum sem vantar, okkur í ósköpunum ekki einhver ákvæði frumkvæði kjósenda varðandi framleggingu mála. Það er að segja þingmál að frumkvæði kjósenda. Það er bara eiginlega, það er þriðji þátturinn í þríleikum af því að ef mér viltu fara þá leið að auka beina lýðræði. En það kann að vera að það sé bara einfaldlega ekki mál. Svo er ég búinn. Þakka ég fyrir. Já, Oddný Mjöll Arnardóttir fyrst. Já, það er alltaf ég með eina stuttarspurningu til Bjargar og það bentir þarna á ýmsa svona óvissatriði og afmarka á ákvæðinu. Mig langar að spyrja þig ef þú fengir alveg frjálsar hendur, myndirðu leggja til atkvæðagreiðslu, hvernig væri það með dráttum og samspil þess að 27. Viltu byrja, ég hef ekki fyrstu orðin í spurningunni? Ef þú fengir alveg frjálsar hendur, já. Hvers konar myndirðu leggja til ákvæðum þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig væri það? Takk, gerðu svo vel. Já, sko þess að ég Hildur Þorðardóttir og ég þakka fyrir mjög góð erindi. Mig langar að spyrja, þetta til að auðvelda nú þjóðaratkvæðagreiðsluna og við höfum rætt útfærslur undirskriftasöfnunar, hún getur verið rafræn, en væri ekki hægt að hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna líka rafræn, að hafa þetta að skoða það, eins og í Sviss til dæmis að vera að skoða sumum kantonum og rafrænar og sumum kantonum er senda í pósti. Það var ekki að setja upp svona mikið fyrirkomulag eins og við höfum alltaf verið að gera hérna. Það myndi auðvelda framkvæmd kosninga. Einmitt, já það er þarna, gerðu svo vel. Þú var næst eftir það Bekka, gerðu svo vel. Atli Sævarsson heiti ég, laganemi hér. Ég er með 3 spurningar. Fyrst og spyrja til Bjargar. Það segir að hver maður sér að kjósendur myndu fara greiðar og einfaldari leið. Forsetans til að safna, já, einmitt, að safna til forsetans. En er ekki líka atriði hérna að hérna erum að ræða beinan rétt kjósenda í stað, þú veist, bænaskjals sko, sem fyrir eftir skattgerð og hendisinni fyrir að vera forsetasköld sinni. Það ekki alveg að segja hver maður sér að þetta ekki sami hlutum. Þannig að maður spyrja Eirík, sko, varandi, sko, orðaðinum sko að koma okkur úr skotgröfunum. Og það gjóði eftir í málflutningi hans, hann talaði að það var búið að draga tennurnar úr þessu ákvæði. Og jafnvel sko að það var eitthvað hvöt sem lægi að baki. Og ég er ásetningur að þetta ekki vera eitthvað réttindi hérna baki. Finnst þér að til marksumar að færa umræðan úr skotgröfunum að tala með þeim hætti að gera öðrum með annarlega hvað. Svo þurfum að spyrja Salvöru, sem var nú formaður hérna mitt stjórnlagaráðs, sko hvernig telur sko umræðina sko stjórnarskrárbreytingar, bæði á síðasta kjörtímabili og yfirstandandi, að hafa verið með sko málefnalegum og yfirlýstum hætti yfirveguð umræðar, þannig að hún telja að það hefur verið þannig og kannski eina svona auka í lokin til ykkar, hvað ykkur finnst bara almennt sko sérstaklega til Salvar, að áfanga skipta þessu verki í svona opinni og upplýstri umræðu. Þakka þér fyrir, við höfum þá safnað saman nokkrum spurningum úr sal og já, áður en ég bið fyrirmælendur að bregðast við, þá kannski hef ég líka spurningu sjálfur til Eiríks og Salvarar. Björg fór nokkuð nákvæmlega yfir hvað getur verið andlag svona atkvæðagreiðslu í 1. og 2. málsgrein ákvæðisins
og lýsti kannski meiri áhyggjum af annarri málsgreininni þingsaluktunum og milliríkjasamningar geta til dæmis samkvæmt þessu verið andlað svona atkvæðagreiðslu án nokkura fyrirvara. Mætti ég kannski biðja ykkur að lýsa viðhorfi til þess hvernig þetta afmarkað. Björg, myndir bjóða þér að byrja? Já, margar og svona ólíka spurningar. Ég kannski svona reyna að fara yfir það flestar, bara svona í sömu röðu að komu og svo getur það bara bætt við. Árni Thoroddsen spurði hvernig stæði á þessum undanþágum skatta og fjárlög og þjóðréttarskuldbindingar. Það svo sem engin, það síður en svo einhver rökbundin nauðsyn á því að það þurfa að undanskilja þetta sérstaklega. Persónulega teldi ég mikilvægast að huga þarna að álitamálum fjárlög sem yrðu undanþegin, skattalög. Það hins vegar talsvert umdeildara hvort að eigi að undanþykkja skattalög þessari heimild. Vissulega snýst skattlagning tekjuöflun ríkisins og það eru óvinsælar ákvarðanir og sum ríki hafa haft í vonda reynslu þegar að, eins og við höfum sögum tekið sem dæmi Kaliforníu, það sem að ítrekað eru hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslum ákvörðunum að hækka skattaálögur og það sér hver maður að það eru menn eru ósáttir að hækka skattaálögur en það eru auðvitað bara nauðsynlegar ákvarðanir og það er ástæða fyrir því kannski að það ætti ekki að þjóðin ætti ekki að velja hvort að hún greiðir ykkur ákveðna skatta en þarna er bara mjög mikil álitamál líka undir eins og ég nefndi áðan með veiðigjaldið sem að var fjallað hér fyrr og forseti þurfti að taka afstöðu til árið 2013. Allar skoðanir og hugmyndir og löggjöf sem að stefnir að því að útfæra álagningu á auðlindagjaldi sem er nú eitt af stórpólitískasta sem að hér hefur verið í umræðinni, það yrði væntanlega flokkað undir skattalög og myndi þá ekki eiga möguleika undir þessu ákvæði til þess að vera borið undir þjóðaratkvæði. Ég tel þetta svolítið umhugsunarvert en þetta er bara pólitískt mat sem að er víða byggt á að hafa þessar undanþágur og ég vek athygli á að þjóðréttarsamningar miðað við þessa tillögu gætu komist til atkvæðagreiðslu eftir annarri málsgrein þótt að gerist sé tryggt fyrir það sem sé síðar að löggjöf til þess að fylgja þeim eftir verði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu eftir fyrstu málsgrein. Þannig að ég tel að ákvæði tryggi nægilega rétt þjóðarinnar til þess að taka afstöðu til þjóðréttarsamninga. Gísli Baldvinsson spurði atkvæða þegar rættur 2/3 hluta atkvæða. Ég veit ekki hvort ég mismælti mig en ég tel að vera algjörlega ljóst að hér er átt við atkvæði þeirra sem greiða atkvæði á þinginu en ekki þingmanna. Því auðvitað skiptir grundvallarmáli hvort það gerð krafa hlutfall þingmanna eða atkvæða sem eru greidd þegar þingi er ályktunarbært. Þannig ef það mættir 60 þingmenn, þá nægir 40 atkvæði. Já, það er 2/3 af greidd þeim atkvæðin sem það eru sett á. En sko, það er eitt dæmi það í stjórnarskráni að það sé gerð krafa og það er í 11. greinin frávikningu forseta að það þurfi 3/4 hluta þingmanna til þess að víkja forseta frá en þarna er þetta miklu sterkari krafa og augljóslega átt við alla þingmenn og fjölda þingmanna. Nú væri hægt að hafa atkvæðagreiðslu líka rafræna, auðvitað væri það hægt. Mér sýnist þetta ákvæði samt ekki bjóð upp á það yrði þá vænti ég hvort að það er útfærslu atriði miðað við ákvæði á ég erfitt með að kannski segja það væri auðvitað alveg mögulegt að hafa það þannig og sumstaðar kannski er það framtíðin en það er auðvitað bara pólitískt mat á því hvort að menn vilja hafa það þannig og hvort að það eykur þá líku á því að fleiri taki þátt sem er auðvitað af því góða því að það skiptir auðvitað miklu máli að reyna að fá sem flesta til þess að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Nú, Hafþór laganemi spurði hver maður sér að það ætti að leita til forseta. Ég segi nú bara að þegar að maður ber saman skilyrðin sem eru gerð til þessara tveggja leiða til þess að krefja þjóðaratkvæðagreiðslu og þá til dæmis alveg sérstaklega með skattlagningu, það myndi enginn leggja upp með það að krefjast atkvæðagreiðslu veiðigjald eftir þessu nýju ákvæði vegna þess að það yrði líklega undanþegið eða ágreiningur það þyrfti að fara til dómstóla hvort þetta væri skattlagning eða ekki og svo framvegis. Þannig að það er miklu torveldara að nota þá leið og ég myndi segja að hver maður myndi allavega að sjá það í því tilviki. Ég er ekki að segja að það blasir við alltaf en svo leiðin til forsetans er einfaldlega miklu greiðfærari og það er ekki óeðlilegt, kannski byrjar þetta þar og heldur síðan mögulega áfram ef hann er nógu fljótur að bregðast við og neita þá er hægt að halda málinu áfram eftir hinni leiðinni en þetta er svona bara samanburður á þessum leiðum sem
bendir til þess að það er meiri hvatning að byrja á þessari leið eftir 27. grein. Þorkell spurði hvað menn sjá fyrir sér pólitíska framhaldið. Ég nú í vestri stöðu til að svara þessu. Ég sé alltaf út frá kassanum hvað lögin segja og hvað væri skynsamlegt út frá stjórnskipulegum sjónarhóli. Venjan nú að það standist ekki hinn pólitíska veruleika, þannig að pólitískt mat mitt kannski segir ekki mikið hver líkleg niðurstaða, en mér sýnist pólitíska framhaldi verða mjög erfitt meðan við, eins og ég nefndi hér áðan, þetta hindrunarhlaup sem framöndan, bæðum þetta frumvarp og svo hinn 2 sem hafa verið kynnt til sögunar. Það greinilegt í umræðinni að pólitískir stjórnmálaflokkar að snúast gegn þessu og höfum vísað hér bæði til Pírata og Samfylkingarinnar. Það gerð krafa þessa miklu sátt á þingi til þess að samþykkja bæði þetta frumvarp og síðan útfærsluna á þessu. Mér finnst það ekki beinlínis bjart framöndan og ég segi bara eins og Eiríkur, þetta svona kannski svolítið kafkaískt, þetta gengur í hringi, þetta eru ákveðnar skotgrafir. Stundum hugsa ég væri ekki bara best að hvíla þetta mál í svona 10-15 ár og þá bara komi einhverju nýjir að þessu máli og bara byrji svolítið upp og nýtt. En svo bendi ég líka á að í þessum vissulega, nú þetta orðið svona nota, í þessu eru líka möguleikar og við höfum 27. grein stjórnarskrárinnar sem náttúrulega innan tómi eins og hún og hefur algjörlega breytt merkingu frá því hún var samþykkt. Af hverju mætti ekki bara huga að því hvort að takjandi orðið farvegur ef að minnihluti þingmanna vill krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu með lög? Forsetinn orðið aðhald, hann er eiginlega verkfæri minnihlutans á þinginu ef að maður mætti orða það með einföldum hætti. Af hverju væri þetta ekki bara komið í kring? Það mætti jafnvel búa til farvegin það inn í þingskapalögum að 3/4 þingmanna legði fram þá beiðni til forseta að hann vísaði lögum í þjóðaratkvæði. Það vísu algjörlega búið að kollvarpa hugmyndin á bak við 27. grein, en sú hugmynd í raun farin hvort þið Þarna gætum við búið til ferla sem eru til í öðrum stjórnarskrám, að vísu nákvæmar orðaðir, en það ekki tíð til fyrirstöðu að 27. greinin verði notuð þannig, en það ómögulegt að kannski að spá hvort að 3/4 þingmanna myndi einhvern tíma vilja nýta sig það. Það hefur aldrei komið reynt á það til þessa. Í lokin Oddný spurði hvernig ég myndi vilja sjá ákvæði ef að ekkert væri í stjórnarskráni þetta núna. Mér finnst í grunninn þetta ákvæði vera ágætlega framsett. Það eru sumir hlutir sem ég ósátt við, eins og þessi óvissa hvaða þingsályktanir eigi að fara í þjóðaratkvæði og aðalega finnst mér bara óljóst að það náist nokkuð tíman sátt að telja þessar ályktanir nákvæmlegu. En í meginatriðu myndi ég segja að ákvæðið sé nokkuð gott og gilt eins og það stendur. En bara vandinn að tilvist þess verður allt önnur þegar við höfum eiginlega alveg sambærilegt ákvæði vald forsetans og það býr svona til áhyggjur að það verði lítil virkni í reynd í ákvæðinu ef og þegar það verður samþykkt. Fyrir ekki þetta var langt, en komur í hættu. Þakka þér fyrir Eiríkur. Já, ég held að það sé þrennt sem að snúa mér. Björg var nú búin að nefna þetta varðandi af hverju þessi undanþágu þættir eru. Og það nú reynda nokkur undanþágu þættir sem ég sakna þarna, en dæmi frá Kaliforníu er klassískt. 5. stærsta efnahagsveldi heims stöðugt á Kúbunni vegna þess að kjósendur þar kjósa aukin ríkisútgjöld og lægri skatta samtímis og þá gengur það ekki við, þannig að það þarf að vera eitthvað slíkt. En það til að mynda lög sem varða mannréttindi ættu einnig að vera undan þeim, til dæmis eitt af því sem ætti ekki að vera hægt að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslum, mannréttindi fólks, ríkisborgararétt. Ég finnst ekki eðlilegt að ekki ríkisborgararéttur samþykktur með lögum. Að það væri hægt að vísa því í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að tiltekinn einstaklingur eigi að fá ríkisborgararétt eða ekki. En það eru klárlega málefnaleg rök fyrir alls konar takmörkunum á því hvenær þjóðaratkvæðagreiðslur eiga við eða ekki. Það ber mig þá að næstu spurningu í hvers konar tilvikum þá. Ég held til dæmis að það sé nauðsynlegt að hafa þingsályktanir þarna undir allavega í einhverju mæli. Við líka bara séð það að fleiri og fleiri stórar ákvarðanir eru teknar með ályktunum á þinginu. Sækjum aðild að Evrópusambandinu svo dæmi sem tekið. Klassískt mál sem á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslur.
NATO? Já, og svona málefni finnst mér eðlilegt að sé hægt að kalla eftir í þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég sakna þess líka að það séu ekki frumkvæðis leiðir hérna til þess að sko leggja það til þá að gengið sé í NATO eða Evrópusambandið eða hvað sem án þess að þingið hafi án þess að það sé verið að hnekkja einhverja ákvörðun þings. Og það vantar, finnst mér, inn í þetta, svo sem ekki miklu að breyta. Já, varðandi skotgrafirnar og það, hvort að, já, einmitt, já. Sko, ég held þetta mál sé ofan í skotgröfum og ég var reyndar ekkert að halda því fram að ég sé ekki í skotgröf. Ég var ekkert að halda því fram að ég stæði fyrir ofan þær og horfði á þetta eins og einhver allsjáandi sko hlutlaus aðili. Ég sé bara ofan í minni eigin skotgröf í þessu máli, eins og kannski mörgum öðrum. Ég les þetta ákvæði eins og ég þannig að það hafi tekist á pólitísk sjónarmið það hvort að það eigi að vera auðvelt að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslum eða að gera það örðugt. Ég ekki alveg sammála þér að það séu annarleg sjónarmið þeirra sem að sko vilja takmarka rétt fólk til þess að kalla eftir. Þú að segja sko að það eru kvöt á baki sem var að gefa engan rétt. Nei, ég held að þetta sé bara pólitísk kvöt, pólitísk sjónarmið sem eru þarna baki og ég les ákvæði þannig að þarna hafi verið mjög skýr pólitísk afstaða að rýmka þetta nú ekki mjög mikið en ég myndi ekki endilega kalla það annarlegar hvatir. Ég held að það sé bara pólitísk afstaða sem að fólk hafi en ég endurtek það sem ég sagði hérna áðan. Ég held að málið sé komið á þann stað að það þurfa að hugsa nýja leið út úr því. Ég nefni það inn í lokin, sko. Ég held til dæmis að sko sum okkar sem sátum í stjórnlagaráði eða sumir sem þar voru og svona hafi til dæmis grafið sig allt of mikið niður þegar að þetta kom fram á sínum tíma. Þá heyrðust raddir sem voru þess eðlis að þarna væri allt einhvern veginn mitlað í stein og engu mætti breyta og þetta ætti bara þú veist að Móses hefði einhvern veginn skilað töflunum af sér og það mætti engu í því breyta sem auðvitað bara tómt rugl. Þú veist, það sem við skilum af okkur voru drög, grundvöllur sem að maður hefði auðvitað vonað hefði farið í einhverja svona almenna upplýsta umræðu en því miður var það ekki og það ekki bara einhverjum sko íhaldssumum andstæðingum að kenna. Það held ég málið í heild sinni og ég held að við séum stödd í slíku öngstræti með þessa niðurstöðu og þess vegna myndi ég halda sko, vandinn auðvitað sá að við erum ekki í pólitísku ástandi sem þannig að það sé hægt að fá fólk saman og komast að einhverjum niðurstöðum einhverja leið sko. Við erum stödd í ástandi sem þannig að ávinningur eins sko túlkar hinn sem sitt tap sko, þannig að sem ekki gott. En ég held samt sem áður að leiðin út úr þessu sé að búa til einhvern feril sem að sé sæmileg sáttum þó svo að menn geti tekið síðan á sko afurðina eða niðurstöðuna en að menn þá búið til einhvern feril sem var hægt að nýta þetta og þó svo að það virðist vera fullkomin meinloka í íslenskum stjórnmálum eða það megi ekki nota neinar aðrar aðferðir heldur en 19. aldar fulltrúa aðferðir, þá eru bara í löndunum í kringum okkur verið að gera tilraunir með aðkomu almenning sem eru bara fyllilega þess virði að skoða og taka upp að einhverju leyti og ég bara hvet þá sem að ráða einhverju þetta því að sannarlega gerir ég það ekki til þess að velta því fyrir sér. Þakka fyrir ykkur, Salvör. Já, takk. Ef ég byrja nú á þessari síðustu spurningu um milliríkjasamningana þá verð ég nú bara að viðurkenna það að ég hef ekki farið mjög djúpt ofan í þennan hluta og en sko, ég meina ef það
ef þetta opnar einhvern veginn á leið til þess til dæmis að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið eða vandamál innan EES-samningsins þegar verið að útfæra hann, ég meina þá þetta kannski bara mjög gott sko, en eins og ég segi, mér fannst þetta mjög áhugavert að hlusta Björgu fara yfir þetta og ég myndi, ef þetta gengur upp, ef það ekki ómiklir vandkvæði við þetta ákvæði, þá held ég að það væri gott að hafa það inni. Rafrænar þjóðaratkvæðagreiðslur, ég held að það sé ágætt. Ég reyndar þannig að dálítið íhaldssöm, mér finnst að ég get haldið, mér finnst alltaf að kannski að vera með rafræna sko, söfnun undirskrifta en mér finnst nú það að kjósa vera athöfn, ég hef oft sagt að maður eigi að fara á kjörstæði maður getur, þetta sé ákveðið svona bara það er ákveðið svona virðingleiki í því að gera það fyrir utan alls konar vandamál sem getur verið ef maður er að kjósa heima frá sér. Þannig ég myndi nú vilja halda í það svona lengur en skemur. Gísli spurði frumkvæði kjósenda, sko við getum auðvitað rætt mjög mikið það alls konar aðra leiðir. Frumkvæði kjósenda ekki þarna, það er ekki minnihluti þingmanna, minnihluti þingmanna var til dæmis í tillögum stjórnlagaráðs lengi vel og var svo kosið burt í lokina því það var verið að reyna, held ég, þar var hugsunin svolítið að einfalda möguleikana sem voru til staðar. En ég held að og auðvitað getur það verið mjög gott og það er góð leið auðvitað vegna þess að þá bera þingmenni líka mjög skýra ábyrgð á þessari ákvörðun, það að vísa til þjóðarinnar. En nú stöndum við fram fyrir þessu ákvæði og ég held að við ætlum að reyna að ræða það sem við erum með, en ekki að fara að segja að vandinn við þetta ákvæði er það er ekki alls konar önnur ákvæði líka. Þannig ég held að við ætlum að forðast það þó að þessi auðvitað líka mikilvægt að hugsa þetta í samhengi við það hvað annað við getum gert. Þorkell spurði ég reynda sagði ekki að við þyrfti 50%, sko, ég sagði bara 25% en ég veit að þetta er búið að vera ruglingur í umræðinni. Hann spurði mig pólitíska stöðu, ég hef enga stöðu til að svara hvernig pólitíkin er og mér finnst best þegar sko, stjórnmálafræðingurinn er settur í það stöðu að hafa greint pólitíkina en ekki endilega við hinn. En ég get ekki séð eins og málum hafa verið að þróast að það séu mjög mikla líkur á því að þetta fari í gegn. Því miður, mér finnst það mjög leitt að það sé áður þess að málið komið til sko, umræðu í þinginu að þá sé einhvern veginn bara búið að setja girðingarnar alveg og ramlæsa. Þannig ég held að sko, það sé mjög mikilvægt að þingi fái þetta nú til umræðu og menn takist þá á þetta í þingsölum. En mér finnst það afskaplega sorglegt að horfa upp á það að það eigi ekki að vera eins og með boðið upp á það eða menn einhvern veginn séu búin að ákveða eða séu að tala sig inn á það að hafna því. Hefði umræða mátt vera yfirværi? Já, svo sannarlega hefði mátt vera yfirværi. Og hún var það auðvitað ekki. Og ég talaði um það líka og skrifaði um það. Ég held að líka að það að stilla hvaða máli sem alveg sama hvort þetta er alltaf gríðarlega stórt mál, endurskoðun heildar stjórnarskrár. En hvaða mál annað, ef maður stillir því upp sem annarkvort allt eða ekkert og byrjar umræðuna þannig, að þá náttúrulega fer hún ekkert. Það er bara þannig. Ég held að það sé bara, ég meina, maður er meira að reyna að kenna börnum að gera þetta ekki, sko. Að við þurfum yfirleitt einhvern veginn að semja okkur eða slá af kröfum. Þannig ég held að það hafi verið vondur farvegur að fara í upphafi. Og tek undir það sem Eiríkur sagði líka áfram um það, menn þetta var ekki meitlað í stein. Og borgarafundur eins og Eiríkur er að benda á, ég meina og það komu tillögur um það auðvitað á síðasta kjörtímabili að það var ýmsar leiðir til að reyna að koma þessu máli í einhvern annan farveg heldur en það stendi í og auðvitað margar leiðir núna til þess að efla þennan lýðræðislega grundvöll en ég verð nú samt að segja það að það er búið til, sko, 2 af þessum ákvæðum voru í sérstökum spurningum í þjóðaratkvæðagreiðslu og mér finnst nú bara að þingið eigi að geta klárað þessi mál. Það sé bara komið að því og það eigi ekkert að vera að reyna að búa til enn eitt farveg til að ræða þetta fram og tilbaka. Það er búið að ræða þetta og það er búið að ræða til áratugum saman sum þeirra. Þannig svo auðlindamálum. Þannig ég held að við séum bara komin að þeim stað að þingið eigi bara, og það lág fyrir þverpólitísk sátt fyrir nokkrum mánuðum, eða ekki fyrir svo mörgum vikum, jafnvel, að það eigi bara að reyna
það ætti að vera grundvöllur til að klára þetta. Og ég meina, ef við hugsaum þetta líka með áfangaskipta, ég meina, hefði nú bara tvö af þessum atriðum, eða jafnvel bara 1 farið í gegn síðast, þá væri við á öðrum stað í dag. Og ef þau komum þessu ekki í gegn núna, engum, þá væri við á sama stað eftir 4 ár. Við höfum áður lagt þetta mál í salt í 15 ár eða 20 ár eða við erum búin að reyna allar leiðir. Ég held að það sé, auðvitað mætti segja sem svo, ok, vonandi verður komandi kyrrsla betri í að klára málið, en ég meina, ég held að við bara stöndum frammi fyrir því og ég bara segi það er því miður þingmennirnir farnir sem eru voru hérna, sko, það er bara komið að því að klára þetta. Þessi ákvæði. Ég sé bara ekkert hérna, og það getur vel verið að það náist ekki að breyta einhverju og kannski einhverja lítilvæga breytingar, en það eru betri heldur en að gera ekki neitt. Það er algjörlega mín skoðun og þannig ég er bara klára því. Það er ljúka þar. Ég myndi þakka þér fyrir Salvör. Má bjóða ykkur að flytja einhver lokaorð frummælendur? Kannski bara rétt að bæta við því að kom fram hugmyndin hvort að þetta myndi ekki breyta þingsályktunum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Að mínum mati myndi þetta ekki breyta neinu í því samhengi. Það þyrfti að, það eru bara þingsályktunartillögur sem snúast fullgildingar á samningi sem búið er að ljúka við og Íslenska ríkið ætlar síðan að fullgilda. Ef að þingsályktanir að hefja samningaviðræður sem nota bene þarf almennt ekkert að ákveða með þingsályktun, en ef að þingið ákveður að gera það með þingsályktun, þá þarf að vera heimild til þessi sérstökum lögum sem er á eftir að setja til þess að skjóta slíkum ályktunum í atkvæði. Þakka þér fyrir, Björg. Ég held að sé tímabært að fara að slá botninn hennan fund nema aðri frummælendur vilji segja eitthvað fleira. Ef ekki, þá er ekki margt annað eftir en að þakka sérstaklega frummælendum og líka öðrum þáttakendum fyrir framlag til fundarins. Hver sem það verið spennandi að fylgjast með framvindinni, hver sem pólitíska niðurstaðan verður, þá sá ég á vefsíðu nefndarinnar í morgun að það er komna fram á 7. tug umsagna málið, þannig að það er ærinn starfið framöndan hjá nefndinni áður nú skilar endanlegum tillögum. Ég vildi láta þess getið áður með slítfundi að Lögfræðingafélagið og Lagastofnun áforma að halda 4. og síðasta fundinu endanlega í þessari fundaröð 4. málið sem að stjórnarskrárnefnd forgangsraðaði í störfum sínum, nefnilega meðferð valdheimilda ríkisins í alþjóðlegu samstarfi. Það kom ekki fram tillaga að slíku ákvæði frá nefndinni þessu sinni, en á fyrsta fundinu sem ég held að mig þetta kom fram nokkuð gagnrýni á það, þannig að ég held að sé og aðstandendur þessara fundaraðar telja full ástæðu til að halda einn fund sérstaklega það, en hann verður þá auglýstur síðar. Takk fyrir komuna.